En við ætlum að kynnast fyrirtæki vikunar og þessu sinni þetta fyrirtækið Hendur í Höfn í Þorlákshöfn og Dagný Magnúsdóttir. Hún mætt á svæði. Komdu sæl. Blessa og sæl. Hvað segir þú í dag? Bara rosa gott. Það glæsilegt. Hendur í Höfn hvað? Hendur í Höfn fyrst og fremst glervinnustofa. Þú byrjaðir þannig? Byrjaði þannig, fyrir 3 árum síðan. Og svo þetta bara búið að vaksa og dafna síðan. Þannig að í vor þá opnaði ég kaffihús samhliða glervinnustofunni. Þannig að nú þetta bara enn að stækka og dafna en stækkar vonandi samt aldrei meir en bara að verði alltaf nóg að gera. Nákvæmlega. Glerlistin, þú ert búin að vera í þessu í einhver ár? Já, ég byrjaði 98 í glerinu og fór svo lærði leirrenslu og mótun og svoleiðis og svo kom bara þáttaskil í lífi mínu þannig ég varð að hætta í því þannig að ég fór að gefa glerinu meiri séns árið 2005 og 2006 og svo bara á karhafti það og búin að vera að vinna við það alveg síðan og læra þetta bæði hérna heima á erlendis og enn að læra því að maður getur alltaf bætt við sig. Nákvæmlega. Og þú ert búin að vera að halda námskeið líka, ekki? Jú, mjög mikið og það bæði svona stuttnámskeið og stórnámskeið, svona langi dagar og það að koma rosalega mikið bara hópar, allskins hópar og það var eiginlega svolítið ástæðan fyrir því að ég ákvað að opna þetta kaffihús. Það var líka vegna þess að mér finnst lífið og stutt til þess að borða ekki góða mat. Samanlega. Ég alveg sjúklega mikill matafíkill og kökufíkill og bara elska að lifa og hrærast í matargerð. Þannig að þetta var bara kjörið í rauninni að bæta þessu við því að það orðið svo mikið það að koma til mín starfsmannafélög, vinahópar, saumaklúbbar, fjölskyldur sem að vilja koma á námskeið og vera jafnvel í mat og þegar maður var bara að gera þetta heima hjá sér og koma með til þess að bjóða upp á það bara í rauninni af því að ég get ekki fara og sótt þetta neins staðar nema skyndibita og það ekki það sem fólk að leita eftir að það ákveði það að ég myndi opna kaffihús til þess að geta þjónustað mína viðskiptavini ennþá betur og með það í huga að ég ætlaði að gera allt frá grunni sjálf því að ég vil borða hreint fæði án allra öfgasamt en fæði sem að væri gert frá grunni. Já. Þannig að ég geri allt frá grunni sjálf og ég vesla allt sem ég get beint að bíli baka til dæmis eingöngu úr íslensku mjöli vesla allt sem ég get kjöt og grænmeti og kartöflur og allt svona beint að bíli og fæ náttúrulega dásemis fisk í þálega þeir vita náttúrulega alveg hvað kröfur ég geri þannig ég fæ alltaf ferskasta hráefni hverju sinni svo lýsa matseðlinn minn stjórnast svolítið af því að ég ekki með à la carte seðil en það alltaf allt nýbakað og viðskiptavinir mínir geta gengið að því vísu að þeir fá alltaf gæða vöru. Hverskis mat þetta bjóða upp á þarna í kaffihúsinu? Það bara ég segi alltaf, við vinnum bara í lausnum og aldrei í vandamálum. Það bara alveg frá því að vera smurt brauð og upp í dýrindi steikur sko. Það bara svolítið eins og þegar hópur að koma þá eru þeir fyrirfram búnir að panta hvað þeir vilja fá, ég gerir bara tilboð í eitthvað ákveð og svona smá réttir og svona lang vinsalast. Nákvæmlega. En þú ert ekkert búin að kúpla það út úr glerlistinni, þú ert ennþá með það í gangi? Já, ég hef bara kannski ekki alveg sama tíma núna. Nei. Ég bara reyni þegar ég hef alveg náð að sinna öllum pöntunum og svona og núna fara bara að undirbúa jólinn svolítið. Þannig að þá bara sef ég ekstra hratt þá daga sem ég fara að vinna í glerinu. Þú voru að kenna með það? Já, að sofa ekstra hratt? Já, það snillt. Já, þetta glæsilegt. Opnunartími svona viðbyrð til hjá þér? Sko, í vetur þá opið 5. dag til sunnudag frá 12 til 5 en mánudag, þriðjudag og miðvikudag þá ég svolítið að kenna hjá mér og svolítið með af hópum þá þannig að ég mestmegnis alltaf við frá eldsnemma mótnana fram á til kvöldi. Það hægt að hringja þig? Já, og líka það að ástæðan fyrir ég ekki með opið á kvöldin svona fasta opnun að ég með hópa svo mikið á kvöldin sem að koma þá í mat og jafnvel námskeið eða bara mat og það eru hópar sem vilja vera svolítið prívat, fá að vera svolítið út af fyrir sig og það það sem ég vil að fólk geti komið og átt sína stundir án þess að þurfa að vera að deila endilega með einhverjum öðrum og það eru alveg niður í 4-6 manneskjur og alveg upp í 20-30 þannig að það bara rosalega mikið að gera í því og eins mótnana að koma fólk alls konar fyrirtæki halda, ég vil fundi hjá mér og svona þannig að
það þeirri merkingu ekki lokað. Nei, akkurat. En það eru bara svona, eins og ég segi, það eru sérstakir hópar sem eru þá búinir að panta. Lýst aðeins fyrir með kaffihúsinu, af því ég hef heyrt þetta sé ægilega kósí og heimilislega stemning hérna. Já, það er agalega grútlegt. Ég gerði upp mikið á gamlum húsgögnum og samt góðum vinum, því að þegar við fengum þess að flugu í höfuðið að fara að gera þetta, að þá náttúrulega sá maður hvað maður á mikið á góðum vinum og góðri fjölskyldu, þannig að þá voru allir boðnir og búnir til þess að koma að mála og bússa og lakka og smíða og mikið góði vinna hjón mín þannig frá sem að sáum að smíða og gera þetta allt með okkur. Þannig að ég sangaði mér bara gömlum húsgögnum og gerði þau eldgömmul, þannig að það virka svona eins og gömmul. Já. Svo hef ég mikla ástriði fyrir gömlum bollastelum, þannig að ég átti nú alveg yfir 100 bolla og tilhærandi búnað þegar ég byrjaði. Þannig að við ákveðum það að hafa það með þessum gamla stíl. En svo finnst mér ekki rosalega smart að bera fram litríkan mat á rósöndudisk, þannig að ég bý til glerdiskana á kaffihúsinu sem eru úr mín hönnun og það eru gamli dúkar sem eru frá mánum mínum sem ég brenni inn í til þess að tengja saman en gamla og nýja tíma svolítið. Já. Og ég átti mikið góða vinkonu í Þorlákshöfn sem lést á þessum tíma sem ég var að gera þetta, Ástríður Ásmundsdóttir, og dúkarnir hennar sem ég var með hjá mér, ég stimplaði þá á borðin og lét svo gera logo, í rauninni logo kaffihúsin sem er dúkur með svona matselinum og svona umhverfinu og þessari upplifun. Þannig að þeir prýða núna veggi og glugga og allt hjá mér. Þannig að stemningin er bara þannig að það er svolítið svona þessi gamaldags naumhyggjustíll og að skapa gömlum munum nýtt hlutverk. Þannig að þetta er bara svolítið svona eins og að koma inn í stofu bara hjá ömmu. Svolítið hlýlegt. Það er bara yndislegt og það sem að gerir þetta líka svo yndislegt, það eru bara þessi dásalegu viðskiptavinir sem koma og maður er umkringdur svo góðu fólki, ég er með yndislegt starfsfólk. Þannig að það er það sem skapar líka stemninguna. Það er þetta góða fólk sem kemur og ég vil bara nota þetta tækifæri til að þakka öllum sem hafa lagt leið sína til okkar. Því að þetta væri ekki hægt nema fyrir ykkur. Algjörlega. Yfir í kannski allt annað, tónleikaröð á Hendur í Höfn. Já. Það er eitthvað nýtt. Það er alveg nýtt, en ég er bara svo heppin að hafa svo yndislega stúlku sem að var að vinna hjá mér svolítið í sumar og er hjá mér af og til. Það er hún Ása mín, Hjálmarsdóttir, Ása Berglind Hjálmarsdóttir, og hún er mikið tónlistakona og er búin að standa fyrir miklum og stórum viðburðum, þannig að þetta er kannski bara pínu litlir viðburði sem hún er að sjá núna hjá mér. Þannig hún er að taka að sér að sjá þetta og þetta var hugmynd sem við fengum í sumar og ákveðum að láta slag standa. Þannig að það er að byrja núna, verða allavega fernir tónleikar sem er búið að ákveða hjá okkur, byrja núna á sunnudaginn og þá er getur fólk bara komið, fengið sér að borða ef það vill með eða bara kaffibolla eða bara hefur sinn háttinn á. Og við erum náttúrulega ekki með stóran stað, við erum náttúrulega bara með 30-40 mann sem við tökum í sæti, þannig að vonandi verður bara fullt. Já. En þetta er rosalega spennandi og ég hlakka rosalega mikið til því að þetta er eitthvað sem hefur ekki verið boðið upp á þarna eins og áður, að koma inn á lítið kaffihús með falleg og skemmtileg tónlistaratriði og fólk getur kynnt sér það bara inn á heimasíðunni og inn á Facebook hjá mér og ég veit að þetta var komið inn á Sunnlenska líka og Hafnarfréttir og fleira og svo verður bara hvert atriði kynnt nánar hverju sinni. Glæsilegt. Og já, svo segir í fréttinni þess að ríða vaðið, það er Rósa Guðrún Sveinsdóttir og Skúli Þórðarsson, Skúli Mennski. Þau byrja. Á sunnudaginn næsta. Já. Og klukkan 17. Já. En fyrirtæki vikunar, ertu með eitthvað tilboð í gangi í tilefni þess? Ég ætla að vera með á 15. föstudag, laugardag og sunnudag eins og opnunartíminn er þá daga að í tilefni af bleikum mánuði þá erum við svolítið mikið, leggjum við upp úr bleikum veitingum núna og verðum með bleika súpu líka og svona, þannig að það verður svolítið mikið bleikt hjá okkur og við ætlum að hafa tilboð að það er sérst 2 fyrir 1 af öllum bleikum veitingum 5. til sunnudags. Svona líkt að þú komst með hérna áðan. Já, það er akkurat. Stór glæsilegar kökur. En það er nefnilega, það er eins og ég segi alltaf, þetta byrja nefnilega í augunum. Það er alveg sama hvað við erum að gera. Ef við erum að fá okkur mat, að hann byrjar þar, eða hvort þú ert að opna pakka, að ef hann er fallegur, að þá hefur við ákveðnar væntingar. Já. En væntingarna verða standast líka, bragðið. Það verður að fara saman, bragð og útlit. Algjörlega. Ég ætla að gera mig ferð og smakka bleika súpu hjá þér.
Ekki spurning, hlakka til að fá þig. Þannig, takk hérlega fyrir spjallið og gangið vel. Kæra þakkir og ég vil bara nota þetta tækifæri enn og aftur að bara þakka öllum sem hafa bæði lagt leið sína til mín, staðið við baki á mér, peppað mig upp, að þetta búið að kosta blóðsvit og tár og bara kæra þakk fyrir þann heiður að vera valinn. Takk fyrir það. Hendur í höfn fyrirtæki Vikunar og Suðurlandi FM. Takk.